hættu það líka maður, ég ætla að lækka þessu. Heiðar Austmann og Brynjar Már eru að hlusta og byrst í afsökunar. Ég get bara ekki hrósa þessu lagi. Þetta er One Direction og þetta er One Way or Another. Óbóðslega vond. En við erum mætti hér klukkan 4 og FM 95 Blöð eru konir í loftið og hann situr þetta beint á móti með hann. Björn Bragi, verður velkominn. Takk, Auðun. Hvað segirðu gott? Nú segi ég gott maður. Varstu hrifin af þessu lagi sem vorum að hlusta á? Ég var hrifin af upprunalega laginu sem var með Blondie. Já, reyndar þetta er alveg fínt. One Way or Another. Já, þú veist, en ég, þú veist, maður er svo gamall sko, maður bara þekkir all upprunalega lögin. Já. Þá er maður eitthvað svona. Það var svona, já, upprunalega er alltaf miklu betra. Já. Það er svona svo gamla fólkið og enda eru við ótni, gamlir. Ég menn þarna þeir eru ekkert að bæta neinu við þetta lag heldur. Nei, þeir eru eiginlega bara að syngja þetta alveg eins og þetta var. Já. Og, já, þeir eru ekkert að setja það svona í sinn búning. Nei. Eða hvað er One Direction búningurinn? Já, ég spyr þig, þú ert í svo miklum tengslum við aðdáendur One Direction á Íslandi. Já, ég er að fatta það núna, ég þarf að passa mig hvað ég segi. Já, það verður drullað yfir því næst þegar þú fyrir út í ísbúð. Já, það er nokkuð ljóst, ég veist afsökun á þessu One Direction aðdáendur, hvað kalla þeir sig? Af því að hitt er Beliebers. Hvað er svona One Direction aðdáendi? The Reapers. Er það eitthvað svoleiðis, eða? Ég veit það ekki. Nei, skiptir ekki máli, en við erum mættir hér og verðum með fanta þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur. Við erum með Sturla Staðrindar á sínum stað, dagskrárliðurinn hvað er Höddi Magga að gera, hann er á sínum stað líka. Já, er sá dagskrárliður búinn að kikka inn? Já, við Sveppi tókum hann síðasta þriðjudag. Já, ok. Ég ætla að prófa hann aftur í dag, svo er netmisnótkunnin og Rúnar Freyr leikari kíkir hérna á okkur, þannig að við erum með fínasta þáttandi ykkur kæru hlustendur. Hvernig var helgin þín, Bjössi? Hún var bara voðalega ljúf. En þín? Þú varst á einhverju flakki eða ekki? Ég var á flakki á fimmtudaginn á Akureyri. Já, einmitt. En það var bara spilagöld og Cozy 8 sko. Já, og þú vannst, ég sá það á Facebooku eða ekki? Já, ég vann systur mínar og móðir í Trivial. Það var alltaf mjög gaman. Þær voru komnar upp sko, búin að fylla bílinn. Bílinn? Já, veist, kökuna. Já, kökur. Og við áttum 2 kökur eftir. Það náði þeim. Já, ok. Hvernig hefur þú sko, hvernig er... Skemmtileg saga en, sönn. Já, ég er alltaf gaman að tala Trivial. Hvernig sko er reglan hjá þér, þú veist, þegar þú ert búin að fylla allar kökunar í Trivial? Þá þurfið að ná 3 af 6 uppi. Já, og það er sem sagt, hún þarf að lenda á, skiluru... Já, þú ert að komast akkurat að. Akkurat hringinn. Já. Og svo ef hún getur ekki 3 af 6, hvað gerist þá? Þá kastar hún aftur og... Fer út úr. Já. Það þarf aftur að lenda akkurat. Hvernig er það þér? Já, þú veist, eitthvað svipað sko, ég held ég hafi samt haft 4 af 6. Já, ok, þú er náttúrulega líka bara svo gáðar. Rosalega gáðar, sko. Við erum ekki gáðuð í minni fjölskyldan, við höfum bara 3 af 6, það er alveg nóg. Já, það er náttúrulega menntakerfið þarna á Sauðárkróki, sko, það er alveg... Til skammar. Þetta var stemming og það verður stemming hér hjá okkur í allan dag herri til hamingju með Tottenham. Hvað er að gerast með liðið þitt? Ég veit ekki, sko, þetta var alveg, þetta var svolítið fyrirsjánlegt. Þeir voru náttúrulega búin að spila framlengingu á móti Inter 3 dögum áður. Þreyttir. Já, ferðast til Ítalíu og spila þar framlengingu, þetta var viðbúið, sko, ég átti ekki von á sigri. En ekki það United leikurinn? Þetta er einn leiðilegasti leikur sem ég horfði á með Manchester United. Já, ég horfði á smá á honum og ég var að vera geðveikur. Já, hann var leiðilegur, en þið fengur samt 3 stig. Það er vandamáli núna hjá Tottenham, sko, þeir eru svolítið erfið að leiki framöndan. Já, þeir eru að City, þeir þurfa að vinna það fyrir mig. Já, þetta lítur ekkert allt og vel út. Nei, en það er ung stúlka sem að, já, hún sendir mér nú ekki tölvupóstinn, heldur móðurinnar sem heitir Sigrún og er á spítala núna. Við óskum henni, já, skjótan bata og hún er með gríðalega góðan tónlistarsmekk, þessi stúlka, Sigrún, hérna kemur lagið og já, þetta verður ekki verið spilað í þessum þætti heilengi. Ég vil er ánægð með Sigrúnum. Já, látið þið barna. Ég er ekki búin að heyra þetta í ár. Nei, það er komið tíma á þetta. Það er eiginlega besta lag sem ég hef heyrst. Já, ég er ekki frá þetta að segja besta lag allra tíma mér. Já, til hamingju. Til hamingju við. Já. Þvílík og önnur eins tónlist en það er komið að slúðri hér í FM 95 Blöð og ég verð að viðurkenna að segja, ég hef óttur með betri slúðupakka. Ok. En ég ætla samt að segja hérna smá slúður. Ég vil kannski henda þér nokkrum íslenskum slúðumólum í leiðinni. Ekki væri það verra. Á eftir. Ég ætla að byrja að segja ykkur frá, já, fjölskyldu Michael Jackson. En já, þau eru að kæra fyrirtækið sem átt að sjá tónleikana This Is It, sem að skaffa þeim Jackson læknirinn sem var með. Og þau fara fram á 40 billjarða. Hvorki meira en ég minna. Þannig að það er ágætis og ásút þar. Billions, það eru miljardar eða ekki á íslensku? Sko, þetta er ekki billions, það er sko billion miljardur sko. Er þetta trillions? Já, þetta er eitthvað þannig. Eðlilegt. Já, það er alveg eðlilegt og já, fara fram á 40, já. Mundur þú vilja eignast 40 billjónir? Ég hefði ekki gott að því. Nei. Ég myndi bilast þetta. Er það ekki? Jó. Þú myndir kaupa nokkra svona hvítajakka eins og varst í ársatiðinni. Ég myndi að kaupa buxur í stíl og snekkju í stíl.
Nei, ég held ég hefði ekkert gott af því að fá 40 billjarða. Ef þú átt 40 billjarða, þá byrjar að kaupa þér snekkjur í stílu fötinni. Já. Þetta er svo flotta buxur, ég ætla að fá mér inn að snekkjur í stíl. Og bíl. Þannig að, já, þau eru alltaf að fara fram á þetta og... Þau eru náttúrulega öll bara kólruglu og búin að vera... Já, mammas og pabbi, sko, það vantar einhverja blaðsíðu þar, held ég, sko. Já. En það er einmitt mamma Michael Jackson sem er að fara í mál við þetta fyrirtæki. Mama Jackson. Svo er það, já, prins William og, já, Kate Middleton. Vilhjálmur og Katrín. Já, þetta er ömurlegt slúður, ég veit ekki okkur ég að segja þetta. Er þetta hann langar í strák. Hún vill stelpu. Já. Nei, er þetta ekki öfugt? Langar ekki hana í strák? Jú, hann vill stelpu og hún vill strák. Já. Hann vill stelpu, já. Og mér gæti ekki með saman, ég veit ekki okkur ég er að segja frá þessu. Mér finnst það ekki. Nei, þetta er alveg skelfilegt slúður, maður. Svo er ég með hérna í lokinandegur að Hal Berry, hún er að fara að byrja með sína eigin skólínu sem er líka aðeinslegt. Áttu eitthvað handað mér, þetta er ömurlegt. Ég byrst afsökun á þessu, ég veit að það er mánudagur og... Mér þykir væntið þau, sko, en þetta er lélegast slúðupakki frá upphæð. Og þú þarft ekki að segja mér það, sko. Hann er oft góður. Já, það var bara, herru, ég fór að leita út allt með þess að ég bara finna ekkert gott slúður. Nei, veist... Madonna er eitthvað, nei, þetta er ömurlegt. Áttu eitthvað? Já, þú veist, ég er bara með íslenskt slúður. Já, hvað með eitthvað íslenskt? Þú veist, Hannes, vinur minn, Halldórsson, landsliðsmarkmaður og regnum pall. Já, og sko með Hannes til hamingju, það er ræði. Svo er ég hérna með séð og heyrt, sko, þar eru svolítið skemmtilegir mólar. Það til dæmis stendur Auðun Blöndal, skellti sér á samt góðum vinum til Englands og sá leik Manchester United og Real Madrid. Býtur þetta gamalt blaðið það? Já, þetta er vel gamalt. 7. mars, hvað dag er þetta? Býtur þetta bara með slúðu þá séð og heyrt? Þetta er ekki meðan svona veist sjálfur að Þú veist hvað, eitthvað bara heyrðu þessi og er í sleik. Var ekki einhverju skemmtist að sleika eitthvað á melgina, svo getur sagt okkur á það. Já, ég var ekki vitnaði allavega. Nei, ég veit að þetta var ömurlegur slúðupakki og ég byrst afsökunar. En þú ert samt flottur gaur, skilur. Já, ég ætla að veist það, ég ætla að vera með eitthvað rosalega slúðupakka morgun. Já, þú ert búin að vera með það marga góða að þú mátt vera með eitt lélega núna. Já, svo er ég líka, ég með góða sturlaða staðreyndir og eftir núna. Þú ert líka bara góður gaur. Það er hárrétt þér. Fáum hér, já, Florence and the Machine. Já, það er gott. Já, mjög gott. FM 957 erum farnir að telja niður í páskana. Þess vegna ætlum við að dæla út páskaeggjum frá Nóa Sirius og ísköldu Coke Zero til að skóla niður eggjunum. 4 sinnum á dag, alla virka daga, fram að páskum ætlum við að gefa hlustundum kost á að næla sér í geggjaða blöndu af páskaeggi og Coke Zero. Fylgstu með á FM fram að páskum og við gætum glatt þig með páskaeggi frá Nóa Sirius og kippu af ísköldu Coke Zero. Coke Zero, ekta bragð, engin sykur. Sjáuð bara allt þetta súkkulaði. Ég get bara ekki beðið eftir að smakka. Nói Sirius. Nýtt í bíó, Broken City. Hörku spennumynd með Mark Wahlberg og Russell Crowe í aðalhlutverkum. Broken City. Komin í bíó. Lenovo og Túborg léttöl kynna páskagleði í listasafninu þann 30. mars næstkomandi. Framkoma Ásgeir Trausti, Þórunn Antonía, CCA, DJ Margeir og síðast en ekki síst Daniel Ágúst. Svakalegu ljósa og hljóðkerfi verður lofað og barinn verður fáránlega ódýr. Ekki missa af mögnuðu páskadjammi. Miðasala á miði.is. Jarðarberja, súkkulaði, ferskju. Veldu þitt bragð á blöss.is. Stór á krana á 500 kall milli 5 og 8 alla virka daga. Biljardbarinn Faxafinni. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð, á FM 957. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Þetta er vælikjóinn Bruno Mars hér með When I Was Your Man. Það er svona nett væla, ekki? Já, ágætis lag, með þetta vinsalt. Já. En hann er eitthvað að grænja hann. En ég var að spája að fara bara beint í sturla staðrindi núna. Hvernig líst þér það, Bjössi? Mér líst þér mjög vel á það. Er það ekki? Já, það er bara að kickstarta þessu hérna hjá okkur. En ég verð að spyrja hennu, eins og ég spyrja yfirleitt. Já. Hversu sturlaðar eru það? Það eru nokkuð sturlar í dag. Það eru ekki... Ef það er verið manneskja, hvað myndir þú gera við þessa mannesku? Setja henni spennidröfu strax? Nei, ég myndi ekki leggja henni inn. Nei. Ég myndi kannski tvær töflur. Og fylgjast með henni bara? Já. Ok. En það sem er skemmtilegt við það, að þetta er allt staðrindir. Já. Og þær eru sturlaðar. Já.
Já. Ég lenti með sér í á laugardaginn, þá var einhver að biðja mig sturlaða staðreyndir, það var hressandi. Og hvað, fórstu bara þyll upp sturlaða staðreyndir? Nei, ég myndi einhverja 2-3 Já. Svona bara mínar uppáls eins og skjaldbökur geta andað með raskatun og eitthvað svona. Þannig að ég hendi því bara án. Allir íspinnir eru örfendir, ég man það alltaf líka. Já. Ertu tilbúinn? Já. Sturlaða staðreyndir hefjast nú. Ein af hverjum þrem myndi frekar hætta að stunda kynlíf stað þess að hætta með iPhone-in sinn. Já, ég set spurningamerki við þessa staðreind. Já, ég myndi að henda iPhone-in mínum fljótlega held ég. Já. En fjandinn hafi það. Það er samt gaman að vera með iPhone. Vissulega. Og svo er það næsta. 80% fólks segir að pizza sé uppáhaldsmaturinn sinn. Sturlu staðreind. 80%? Já, svolítið há tala. Já, ég held ég myndi ekki segja pizza. Ég myndi segja pizza. Já. Það er 50% hér inni. Já, ég er í þessum 80%. Hvað myndir þú segja? Hvað er uppáhaldsmaturinn? Þú veist, mér til dæmis bara eitthvað humar og svona eitthvað nautalund, eitthvað svona surf and turf, betri en pizza. Já, nautalund, besta svona færð. Og humar. Já, humar enda mjög góður. Fylltu kjúklingur í að mömmu er enda rosalur. Já, en kjúklingur myndi ég aldrei segja að vera uppáhalds, maður borða svo mikið kjúkling. Já, en hún setur samt, hún marinerar hann og setur svona fyllingu í hann og svona, Já, setur ást. Já, fyrir utan alla ástina. Já. En 80% segja pizza og ég held að sé þannig á Íslandi líka. Já. Ég hugsa að sé rosalega margir sem myndi segja hvað er besta sem hún borðar, pizza. Já, kannski svona besta sem maður borðar oftast. Já, segir það. Svo kemur hér, einn af hverjum 5 skilnuðum í dag er út af Facebook. Ég trúi því ekki. Sturla staðreind. Jó, ég trúi því. Skilnuðum? Já. Það eru allir á Facebook. Já, fólk er ekkert að skilja út af Facebook. Já, veist, það er kannski ekki þetta að kenna Facebook um það, en það eru eiginlega, er ekki menn að skita á sig þar inn og eitthvað? Jó. Póka eða eitthvað svona rugl. Bara eitthvað giftur maður, bara herri, póka þess. Já, eitt gott pók. Já, svo fara hann beint í bakið. Svo fara hann pók í bakið. En það er, líka, ég veit pör sem eru með sameiginlegt Facebook. Já, það finnst mér svolítið sérstæð. Já, samt ekki. Ég meina, ef ég ætla að senda þér skilabóð, ég er ekkert ennilega að fara að senda kærustunni inn í sömu skilabóð, eða þú veist, skilur, kannski er ég að fara, kannski vil ég ekkert hún sjá það. Já, en kannski eigum við kærastan engin lindamál. Þessi ykkur. Það er svo gefin þetta, það tekur letidýr 42 klukkutíma að stunda kynlíf. Hvorki meira enn minna. Já. Hann er ekkert að flýta sér. Nei. Hann er góður, sko. Já, hann er alveg lover. Hann gefur sér góðan tími í þetta og... Letidýr. Já, og stjana við hana. Já. 42 klukkutímar, það er bara hvað næstu, 2 sólarringar. Já. Það er alveg. Þetta er alveg letidýr. Já. Svo er það hér. Hvað ert þú lengi? Ég er svona 40. Það er alltaf ég vond að ræða. Það er ok, fyrir bara í næstu. Það er, já þetta fannst mér steikt, ég fór að lesa þess þetta. Það er byrjað að bjóða upp á vampíru afvötnun og fólk, það er til fullt af fólki sem að vill vera vampíra eftir Twilight myndirnar. Og hvernig er vampíru afvötnun? Er það að vera að kenna þeim að vera ekki vampíra? Já, bara vera að hjálpa þeim að þau hætti að haga sér eins og vampíra. Já, einmitt. Hvað er að? Svona er fólk að tapa sér þegar þú byrjar að haga þér eins og vampíra af því þú fílar Twilight svo mikið. Byrjar þetta Twilight ekki löngu búið? Já, það er ennþá fólk sem dyrkar þetta og horfir á þetta. Jú, en sko myndirnar eru búnar. Já. Er fólk ennþá að dyrka hann hérna Air Pats? Já, Pattinson hann. Já. Hann er búið að vinsæll. Já. Ég held að hann væri svona dottinn út, sko. Við ættum kannski að prófa þetta. Að vera vampírur? Já, lifa sem vampírur, félagarnir. Já. Það er ekki stemming bara. Jú. Það er alltaf bara vakandi á nóttinni og... Það er svolítið ég. Já, reyndar. Svo kemur hér næsta. Já, herru, þetta er skemmtilegt. Ef þú ert með taktu 12, hérna verður með svona kalkulator. Ok. Reiknistölu. Og þeir sem eru... Verður með svona kalkulator. Já. 259. Ok, þetta. Og líka þeir sem eru í bílnum eða heima, prófið þetta. Ekki bílnum. Nei, ekki bílnum, alls ekki með síman í bílnum. Já, hætti þessu. Já, prófið þetta, ef þú eru heima hjá okkur. Takk núna, skrifaðu 259. Já. Sinnum aldurinn. Ok. Sinnum 39 og það kemur aldrei nokkur sem upp. Sér það? Já. Þetta er magna. Ég sá það á augunum ára, því fannst þetta actually magna. Já, með þessu skemmtilegt. Já, og ég endur tenka ef það eru með 12, 259 sinnum aldriðin, sinnum 39. Það kemur aldrei nokkur sem... Þetta er mjög cool. Þetta er að prófa þetta. Prófa, hvað, eitthvað annan aldur eða? Já. Já. Sinnum 39. Hvað segir þau? 259, sinnum aldriðin, sinnum 39. Já. Já, sko núna gerði ég til dæmis 2, eins og ég verið 2 ára. Já. Og þá kom 20202. Já, nákvæmlega. Þetta er magna, sturlu staðrind. Þetta er
sturlað. Svo kemur næsta, Mickey Mouse er 83 ára. Hvorki henni meira enn minna. Og ég prófa að setja hann í aldursformúluna. Mickey Mouse? Já, prófa. Og svo það eru 8-3, sko. Já, þetta er magna. Svínvirkar. Það eru 2 eftir og hér kemur því að þetta fannst mér svolítið áhugavert. Ef þú öskrar, ef þú ert öskrandi, þá ert að tapa yfirheildinu. Sturlu staðrind. Já. Samkvæmt Sturlunum staðrindum. Já, það er svolítið góða punktur. Já. Sá sem heldur ró sinni, hann er yfirleitt, sko. Hann er svona að vinna. Já. Ertu góður að rífast? Ég er mjög góður að rífast. Nei, ég reyna að rífast aldrei við neitt. Nei. Ég er ekki mikið fyrir það. Það er leiðilegt líka bara. Það er tilgangslust. Já, stundum ekki annað hægt. Já. Síðasta, að leggja sig á daginn er gott fyrir heilaðinn. Já, ég trúi Sturlu staðrind. Það er gott að sofa. Já, þannig að að gera að leggja sig og samkvæmt NASA eru 23 mínútur fullkomin blundur. Já. Þannig að ekkert verið að leggja eitthvað mikið lengur. Ég verð svo þreyttur ef þú leggur því klukkutíma eitthvað. Þá bara ég erft með að ríða mig í ganga þessu, sko. Já, einmitt. Þá er maður svona komin í smá djúpsvefn, sko. Já, þannig að 23 mínútur. Já. Þetta voru sturlaðar staðreyndir. Hvað af þessu stóð upp úr, Bjössi? Með tölurnar. Með tölurnar, já. Þú hefði mjög gaman að því. Já, mjög gaman. Já, þetta var magnað. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that you don't know. Lost my mind and lost my goal. Þetta eru besti vinnur Óla Geirs. Nei, kannski ekki besti vinnur, en hann er mikið að góðum svona vinnum. Já, hann er allavega í sambandi við hann og er að fá hann hér á Keflavík Music Festival og það verður gaman að sjá Rudimental live. Það er ekki að kíkja á það hátíðina. Það er bara mjög góð spurning. Já, mér finnst það bara mjög líklegt. Og ég er ekki tilbúin að svara henni núna. Ok. En ég er hins vegar tilbúin til þess að segja þér frá öðru. Segð mér frá hverju? Þú varst að tala um að hana pizza væri uppáhaldsmatur 80% fólks. Já, sérðu hvað lærir á að vera hérna með mér. Já, og þinn matur líka. Já. Sást þú hérna nafnabreytinguna á Dominos? Nafnabreytinguna? Nei. Sko, hérna það var frétt helgina undir fyrirsögninni Hélt ég fengi í mesta lagi 20 like og skal bara lesa fyrir þetta fyrstu málsgrunna. Ég bjóst aldrei við þessum viðbröðum. Hélt ég myndi í mesta lagi fá 20 like, segir framhaldsskólaneminn Ólafur Pálmarsson. Hann sendi fyrirspurn á Facebook síðu Dominos þar sem hann lagði til nafnabreytingu á pítsu á matseli staðarins. Er að ræða pítsuna PS2, pítsu með pepperoni og sveppum, en Ólafur lagði til að nafninu yrði breytt í Svepperoni. Á innan við 3 klukkutímum höfðu 2000 manns lækað uppástungun á Facebook og Dominos hefur nú brugðist við fyrirspurninni og breytt nafni pítsunar í Svepperoni. Nei, þetta er tilgangslags en samt skemmtileg frétt. Já. Ég fílaði þetta. Já. Svepperoni. Það er gaman þegar fólk hefur áhrif. Já, en hann bjóst bara við einhverju 20 likes. Fekk 2000. Já. Sko, ég ætla ekki að líta úr þessu, þetta er skemmtilegt nafn og alltaf, en voru bara 2000 manns bara, þetta er snillt. Dæla lækar, ég verð að læka þetta. Já, við þurfum að fá þessa breytingu. Svepperoni, þetta er frábært þjón. Já, ég veit það ekki. Ég sér svo að mynda á honum og sína þessa mynd. Já. Og ég veit ekki hvort ljósmyndarinn er að rekja hann eitthvað, sko, en hann er allavega að tekin svona, sko. Það er svona sér hreindýr. Já, það eru hotn svona fyrir aftan hann. Já. Og líka sko ljósmyndarinn, hann er að lofta rosalega. Já, þetta er eitthvað flippi á þeim saman, pottitt. Já, þannig að sko, þeir sem hafa ekki séð myndina, þá er eins og hann Ólafur, heitir hann eða ekki. Já. Hann er svona sér hreindýr. Já, það er, ég held að þetta sé planað. Já, það er kannski jafnvel eitthvað tvist í þessari frétt sem við skiljum ekki alveg. Hvað er uppáhaldspizzaðan á Dominos? Vá. Og þetta ekki Dominos maður eða? Þú veist, ég á allavega ekki uppáhaldspizzu. Nei. En þín? Surprise. Þú ætla að það er með rétt um þetta plan. Takk þetta hérna. Þú þurftur að henda því. Já, það er surprise. Ég ætla ekki að reyna að breyta nafninu á því. Það styttist hér í dagskráliðin hvað er Höddi Magga að gera. En ef þú að breyta nafninu? Ef ég að breyta á henni? Já. Ég veit ekki, ég er ekki svona frumlegur eins og Svepperoni. Nei. Ætli ég myndi ekki, nei, ég veit ekki. Hvað er léleg spurning. Og hvað segir þau? Ég segi bara ég veit. Já, og svo er hann að koma líka hann Rúnar Freyr og netmistnotkunin, þannig að það er allt að gerast hér hjá okkur strákunum. Ekki fara langt, við viljum að fara hér í örstutt skilaboð og svo er það hvað er Höddi Magga brasa. FM 957, Túborg Léttöl og Lenovo kynna með stolti. Sumir segja bestu bitaðir í bænum. Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Lenovo og Túborg Léttöl
léttöl kynna. Páskagleði í Listasafninu þann 30. mars næstkomandi. Framkoma Ásgeir Trausti, Þórunn Antonía, CCA, DJ Margeir og síðast en ekki síst Daniel Ágúst. Svakalegu ljósa og hljóðkerfi verður lofað og barinn verður fáránlega ódýr. Ekki missa af mögnuðu páskadjammi. Miðasala á miði.is. Pain is all I have left. Hello, Rachel. God of War. Lentur í Echo. Nú væri gott að opna eina kalda. Súkkulaði mjólk frá MS. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Öddi Blö og Björn Bragi í FM 95 Blö. Festa bjöpúp við þig. Þú ert einn í þessari súpu, þessari púpsúpu. Ég nefnir ekki verið einn í púpsúpunni, en ég ætla að reyna að fá fólk til að byrja að kalla þig bjöpúp. Einn í púpunni? Já, einn í púp. Bjöpúp og blöpúp á mánudegi. Ekki séns. Feskir að vanda. Og það styttist þér í hvað er höndið Magga að gera og netmistnótkunni hér eftir öskamastund líka. En ég ætla að spyrja það, Björn, ferðu í leikhús? Ég, bara í fyrsta skipti er eiginlega að byrja að fara í leikhús. Eða máli, ég er náttúrulega þarf að fara að byrja á þessu, sko. Já, ég Fyrir rosalega töðanum hvað mikill auðmikið þegar að kemur þessu. Fór tvisvar í leikhús í síðustu viku. Nei, hvað varst að sjá? Fór fyrst að sjá Mary Poppins. Já, skemmtilegt. Það var skemmtilegt, sko. Þetta er svona kannski meiri barnasýning, held ég. Já, ok, varst það með kærustunni þarna? Okay. Svona ákvaðum að kíkja á þetta, sko. Þetta er svona, þú veist, sjónarspill mikið, sko. Okay. En þú veist, þegar hún er eitthvað að syngja með eitthvað svona meðal og eitthvað svona, þú veist, þá var ég ekkert eitthvað að deyja úr gleði, sko. Nei, þannig að basically að þið fannst ekkert spes. Ég sé það alveg á þér. Ég vil ekki segja það samt. Nei, ok. Þetta er rosa flott. Já. Ég ætla að segja það. Ok. Flott. Hvað var hitt sem þú sást? Í gær fór ég síðan með fulla vasa af grjóti. Fórst í leikhús í gær? Já. Vel gert. Hvernig var með fulla vasa af grjóti? Það var mjög skemmtilegt. Já. Það voru Hilmir Snær og Stefán Karl. Já, mér langar að sjá það. Og ég held að þetta hafi verið lokasýningin í gær. Nú, frábært. Já, en sko þeir voru, árið 2000, þá sýndu þeir sko 180 sýningar. Já. Og svo sýndu þeir einhverjar 30 sýningar núna. Þannig ég geti séð hana kannski eftir 10 ár bara. 2025. Já, þá mæti ég. Ég er samt sko búinn að vera með þetta lengi sem bara nýjásetta. Ég ætla að reyna að fara meir í leikhús. Svo stend ég bara aldrei við það. Ég veit ekki, er þetta ekki bara að maður þarf að byrja að fara í leikhús bara? Bara komast þér að stað. Ég held það. Ég er ekki mikill leikhúsmaður, sko. En ég er að reyna að venja mig að sá það, sko. Já, ég líka. Ég vil fara að fá smá svona menningu í líf mitt. Já. Ekki alltaf bara bíó. Sko einu sýningarna sem ég fara á, síðasta sýning sem ég fór á voru Latti 70, eða hvað sem hann hét hana. Og hann var ekkert sérstaklega sáttur með að segja þetta, þegar hann var alltaf Latti 60, sko. Já, Latti 60. Það er ekki átræður í dag. Nei, ég veit það, en það er að fýblast, ég er að djóka. Og það er síðasta sýning sem ég fór á í leikhúsinu. Ég fór á þannig Latti nýræður, fyrir 4 árum. Svo reyndi ég fór á Fame líka. Já. Vá. Var ekki bara þess, þetta var ekki Sveppi og Ragnhildur Já, það var... Í Smáralind. Já. Vá, þú ert svo mjög menningar bara... Ég veit, ég er algjör pleppi og það fer rosalega í töðunum. Hvernig var Fame eiginlega? Fame var ekkert spes. Mér finnst ekkert spesing. Var ekki hörmung? Nei, það var ekkert hörmung, en hún var ekkert æðisleg. Sveppurinn mætir hérna morgun, verður röglega brjálaðið mig. Nei, hún var alltaf það var bara... Nei, hún var eiginlega ekki spes. Nei, hún var léleg. Já, þannig að mér langaði að fara með fulla ásagrjóti, þú mælið með því. Mjög skemmtilegt. Og hvað er eitthvað annað sem ég þarf að sjá? Fyrst það er hætt. Þú þarfst að spyrja Nilla svona. Nilla? Já, Nilli sér allt sem bara er sett upp á Íslandi. Já, hann er svona leikhúsgaur. Já, bara ekkert leikhúsgaur, hann er bara nöttari, sko. Já. En þú veist, ég held að maður þurfa að byrja á einhverju svona léttmeti eins og með fulla ása grjóti, sko. Já. Ég fór til dæmis á Bastarda í vetur, sko. Nú, þú ert aðeins má menningi þér. Já. Meirinn mér allavega. Ekki samt svo mikil, en það var árægilega óþungt fyrir mig, sko. Já, ok, ég get aldrei fara á Shakespeare eða eitthvað svoleiðis, sko. Nei, við erum ómiklir hamborgarheilar. Já, það er ómikill bollur í blöð. En, já, þetta var frá Fame, Smáralind og Latta. Ég vildi samt ekki að fólk held að ég var að segja að Mary Poppins var ekki skemmtilegt. Það er skemmtilegt, sko. Já, en þú átti samt, að draga upp úr þér. Þú varst ekkert eitthvað að tapa þér, sko. Já. Þið fannst ekkert æðislegt.
Hvað gefur það stjörnum? Ég gef því alveg fullt, ég gef því hérna háa einhvern fyrir að vera flott sýning. Flott en leiðileg? Ekki leiðileg. Næja, ok. Þetta er allavega ekki leiðilegt lag, það er nokkuð ljótt. Ég myndi fara að sjá þennan ef hann var í leikhúsi hérna á Íslandi. Hann heitir Justin Timberlake og lagið heitir Mirrors. Justin Timberlake og lagið heitir Mirrors. Svona með betri lögum, sem eru hann út í dag, finnst mér. Við erum að fíla þetta í tællur. Og það er eins og er komið núna að dagskrárliðinum Hvað er Höddi Magg að gera? Og hann var síðast á þriðjudegi hjá okkur Sveppa, þessi dagskrárliður. Núna er hann á mánudegi. Getur þú útskýrt þennan dagskrárlið fyrir mér? Má ég giska? Já. Við erum komst að því hvað Höddi Magg er að gera. Mikið rétt hér. Hörður Magnússon sem er íþróttafréttamaður og mikill snillingur. Hvað heldur hann sé að gera núna til dæmis? Núna? Þetta sé svona að koma heim úr vinnunni. Já, nú heldur hann sé að labba inn heima á sér. Eða á leiðinni heim. Eða kannski er hann komin heim. Kannski er hann í bílnum. En þetta er að góða vita. En hvað gerir hann? Hann er íþróttafréttamaður. Ég veit það, en þú veist, hvað gerir hann þegar hann er ekki að horfa á fótbolta eða lýsa eða eitthvað svolítið, skilur? Já, það er þetta góðu punktur í þér. Veitu við það eitthvað? Nei, ég hef aldrei spurt hann aðeins. En þetta er dagskrárliðurinn, hvað er Höddi Magg að gera? Og ég ætla að hringja bara hérna í Hödda Magg og spyrja hann hvað hann er að brasa. Skulum maður sjá. Rosalega skrítin liður en ég er að fíla hann. Skrít? Nei, við erum ekki fullt af liði sem vil vita hvað hann er að brasa. Jú. Er það bara ég eða? Þú veist. Til merkisum að þú ert búin að vera útvarpi 1,5 ár og liðinir verða skrítnar og skrítnari. Ég er komið númina svo við skulum bara hringja hann. Já. Höddi Magg. Já. Sælunur. Hæ. Drauti hérna. Já, sæl. Sælunur, hvað er að gera? Herru, ég nenni ekki að standa í þessu. Hvað? Ég er bara að vinna. Ég byrja heils ykkur. Bæ. Hvar ertu? Já, bara skellt á. Já. Ertu búin að vera böggan mikið? Nei, við hringdum síðast á þriðjudag og spurðum bara hvað var að gera. Já. Hann var að vinna samt þaðan. Já. Finnst þetta ekki skemmtilega liður? Núna er ég að fíla hann ennþá meira. Já, en ég er samt að hann á ekki að svar í næstu vikaldi. Sem er galli. Já, þú ert að finna einhverja leið til þess að... Já, ég finna einhverja leið. Þetta var, hvað er Höddi Magg að gera og hann er að vinna? Gætu ekki hringt í konur hans eða eitthvað? Þú veist, næst. Það verður enda æðislegt. Eða einhver sem að situr í hliðina á honum í vinnunni eða eitthvað. Ég mun finna einhverja leið. Það er gott. Hringi mig næst sem að situr hjá honum og getur svona, hann er að vinna í tölvunni, hann er í þessu, eitthvað svona. Jafnvel og hann segir, þetta er síminn tíðin. Já, það er mjög gott. Það er mjög gott. Gera það næst. En nú veitum við það, Höddi Magg er að vinna og hafði engan áhuga að tala við okkur því miður. Það er venjulegur dagur. Það þýðir að einhver staðar, uppgötvaði sitt fyrsta gráa hár í morgun. Hugsa nú fallega til hans. Það gerast hlutir á hverjum degi, góðir og slæmir. Og þegar eitthvað kemur fyrir, þá viltu vera hjá TM. Lenovo og Túborg léttöl kynna. Páskagleði í Listasafninu þann 30. mars næstkomandi. Framkoma Ásgeir Trausti, Þórunn Antonía, CCA, DJ Margeir og síðast en ekki síst Daniel Ágúst. Svakalegu ljósa og hljóðkerfi verður lofað og barinn verður fáránlega ódýr. Ekki missa af mögnuðu páskadjammi. Miðasala á miði.is. Einköld. Ísköld á kantinum. Súkkulaðimjólk frá MS. Taktu með eða borðað á staðnum. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. Topp tónlistarstöðin. Við fáum Rúnar Frey leikaræðina til okkar í smá spjall. Hann er rétt og mættur kappinn. En það er eins og að komið að föstum lið á mánudögum sem heitir netmisnotkunin og þá förum við yfir Facebooki hjá frægum Íslendingum. Svona misfrægum en alltaf eitthvað hressandi og ég ætla að byrja á Palla í dag. Páll Óskar. Já, það líst mér vel á. Já, ég tók eftir á honum daginn. Við höfum ekki mikið verið að taka hann fyrir. Nei, herru, hann fær alveg likes, hann Páll Óskar. Já. Það er rosalegt sko. Ég ætla að fara hérna, var vitna daginn. Wow. Sem var bara, hann setti mynd af sjálfum sér. Hvað kemur hann ekki upp um mér? Hann setti mynd af sér, hann átti afmælinn daginn, þessi snillingur. Já. Þessi gaur var 43 ára í gær. Já, ég er að tala um það.
Þetta fyrsta supermodel myndin. Það eru fleiri svona af mér á pauloskar.is. Já, og hvað var þetta komið mörg like? Þetta komið í 612 like. Nei, þá ert ekki að skoða sömu mynd og ég. Hann var komið 4000 likes á myndina. Þetta já. Ásamt því að var sko 830 manns búið að kommenta á hana. Þetta ekki sama... Jesús almáttugur. Já, hann er mjög vinsæll. Hvað er sú mynd? Hún er inni, ég kennst ekki inn á Páll Óskar núna. Já, hann er múin að blokka þig. Og ég er ekkert hissa á því, sko. Já, kannski hefur hann þurft að setja þessa myndina aftur. Já, getur verið eitthvað þannig. Ofmörg like. Já, hún var komið með, sko, þegar ég var að skoða þetta í hádegina, hann var með 4000 og eitthvað á 800 komment. Ég kennst ekki hérna, þá fyrir ég bara á vinn minn Ólagir, sem er, svona okkar Páll Óskar líka. Hann er DJ og skemmti, hvað kallar maður hann? Hann er allt múlimann. Hann er allt saman. Já, og hann er mjög jákvæður hérna, allavega á laugardegi, þá setur Óli Geirinn status. Þessi vika er búin að vera yndisleg, en nú á Akureyri að fá mér lauflétt með yndisluðu fólki. Spilaði ásátt í Ingunnarskóla á 50-daginn, það var yndislegt. Spilaði ásátt í Giljaskóla í gær, var yndislegt. Spilaði svo í Sjálfum í kvöld, verður yndislegt. Þið eru yndisleg, lífið er yndislegt. Jesús. Vá. Guðmundur Auðun Gunnarsson, þú sæti lýs. Já. Og Hannes Kristminsson kommentar líka hjá hann, þú ert maðurinn. Já, það er alveg harrið eftir hjá hann Hannes þarna. Þetta er eitthvað skrítið. Svo er hann náttúrulega mikið að vinna með Keflavík Music Festival, hann Óli. Og Rudimental, náttúrulega, ég er endur ánægð með það. Það er grjótart hjá hann að fá hann. Og svo, hérna, þetta er rosalegt. Ertu inn á síðun hans? Já, nú erum við komin inn á. Já, ertu að skoða það sem að setur 13. marsinn, DJ Óli Geir Show Me Love, Volume 2. Þetta er svona eitthvað plaggat af honum. Ég er að segja að þetta er rosalasta mynd sem ég séð. Já, vá. Þetta er bara eitthvað sem þú finnur bara í Bandaríkjunum, sko. Hann er í svona appisnigulum leðurbuxum. Já. Svörtum væfbítilboss. Þetta er ekki tekið á Íslandi, sko. Eða þú veist, bakgrunnurinn er ekki tekið á Íslandi, sko. Já, ég veit ekki hvað þetta er tekið. Þetta er rosaleg mynd. Hann er búin að skeita þessu einn á einhvern erlendan bakgrunn. Reyndar er svipurinn á hann eins og hann sé að skýta í sig, en hann er samt grjótharður hann, sko. En svo eru hérna stafirnir, þú veist, þetta er svo funky stafir, sko. Það stendur eiginlega DJ Óli Serp, en ekki Geir. Og svo líka stendur Show Me Love Volume 2. Er þetta eitthvað plata með honum, eða? Ég veit ekki. Diskurinn minn er fann í framleiðslu. Jú, í apríl byrjaði ég svo að túra með hann í félagsmiðstöð landsins þar sem ég ætla að gefa diskinn. Já. Hann er með slíf, hann er í toppformi, í appisnugulum leðurbuxum. Hann er með allt á hreinu þannig, það er bara þannig. Við erum að gefa Óla Geir það. Já. Þetta er rosaleg mynd. Þetta er allt saman rosalegt. Já, það bræðir einhverja stúlkunnar. Og svo er hann, það er eiginlega ekkert mikið meira hérna skemmtilegt inn í honum, sko. Nei. Já, ég að tjekka á Brian Aklepenna. Já, ekki. Enda á honum. Er ég komin inn alltaf einu út frá Óla Geir inn á Haffa Haf? Hvar er hann í dag, eiginlega? Já, það er vákaði langt sen að heyrði eitthvað í Haffa Haf. Já. Er hann horfinn? Hvað stendur samkvæmt Facebookina? Hvað er hann að brasa? Þar stendur, sko, það stendur ekki alveg, sko, hvað hann er bara, þetta er myndir af einhverjum eplum og eitthvað dót, sko. Ok. En það er hann alveg hættur að gefa út lög, eða? Landsennum að hérna eitthvað frá Haffa. En það er voða lítið að frétta henni á Brian Aklepenn, sko. Já, þetta er eiginlega mjög léleg netmisnotkun. Já, hún er oft fyrir betri. Fólk er að hlusta á okkur eitthvað á netinu og við finnum ekki neitt. Nei, þetta er eiginlega bara myndir núna af Brynjari Már og kærustunars á okkur mótihjóli. Þau eru orðin eitthvað svona bikers. Það er eitt gott hérna á Haffa Haf. Hvað? Það mynd, sko, það tekur hann frá sviðinu í hörpunni, út í salin, sko. Og hashtaggar Eldborg Harpa, wow, one day. Dream. Ok, þannig að hann á sér draumum að performa á stórsviðinu í Hörpu. Já, ég hugsa að það var ekkert leðilegt. Og vonandi, hefnast það hjá honum, þetta var netmisnótkunnin og hún er oft verið betri. Það er bara einhvern veginn allir að haga sig voða vel á netinu núna, því miður. Já, hætti að haga ykkur. Já, en hér kemur Bjössi fyrir þig. Veistu hvað það er? Hvað með það? Hvað heldur að segja? Þú varst búin að lofa þér eitthvað gott. Mikki Ekko, ég veit ekki hver er. En virkilega fallið lag, ég spilaði nú fyrir Björn Braga, svo stakk hann bara af. Ég sitt einn hér í stúdíónum, þannig að hann var nú ekki ánægður með það, en með þetta lag heldur hann bara, hann fór. Ég ætla vona hann ekki að fara langt en svona meðan að hann skrappið aðeins fram og þá ætla ég að spila bara fyrir ykkur eitt grjótart með Snoop Dogg. Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft. Till the wheels fall off. Hold up. Hey, for my niggas
ekki. Smoke weed every day. Þetta voru töffararnir Snoop Dogg, Snoop Lion, ég gleymi alltaf, ég kalla hann alltaf Snoop Dogg ennþá. Hvað gerist með endin á laginu? En hann heitir Snoop Lion. Snoop Lion. Hvað mennarðu með endurinn? Bara dó og þú sagðir eitthvað ekki? Já, ekki smoke weed every day. Já, ok. Svona reyna að vera, bara, veist. Já, svo fóreldrar hlusti bara, auðvitað frábæra, hann er svo mikil forvarnað þáttur. Já, þvílík fyrirmynd. Bara smoke weed every day, ekki gera það krakkar. Nei, stay in school líka. Ég var að lesa hér inn á tvaf.is að Andrew Vordi að, ég ætla bara að lesa þetta, fættist án getnaðarlims en á von á einu slíkum. Segist að það var vinsælt meðal kvenna því að hann nálgist þær ekki kynlífsins vegna. Og þetta sem sagt 39 ára gamall Breti sem fættist án getnaðarlims og hann ætlar að vera einn af fyrstu mönnunum í veröldunum til að fá eitt slíka sem búinn til úr handleggans. Og bara handleggnum á honum? Ég veit það ekki. Verður þá bein í tippinu á honum? En hann fættist með þvagblöður utan á líkamann. Hann fættist með eistu en ekki getnaðarlim. Þvagblaðan var færð á réttan stað með aðgerðin. Hann var þetta er voða grillað. En það ég veit ekki, er ekki bara fínt að sleppa þessu? Þetta kemur hann bara í vesinu örugglega, þegar hann koma með þetta. Sko, eitt sem ég verð að spyrja, ok, þetta er náttúrulega mjög ræðilegt að, fæðast ekki með tippi, Já, það er ekki gott. En af hverju vill maðurinn fara í blöðin með þetta? Já, það er svo annað. Og vera að byrtast með andlitið bara, hann líka myndin á hann, hann svona voða, svona hjartnæg mynd eitthvað. Já, þetta er bara ég er ekki með eitt tippi. En konur elska mig. Og allir bara, já, akkurat. Er engin félagann svona bara, Andrew, ekki sleppt þessu viðtalið maður. Nei, ég ætla að segja það. Segja eitthvað, ég sé ekki með tippi og ég bara sé mjög vinsæll hvað fólki. Svo líka, segðu myndina, þetta er voða skrítið allt saman. En hvernig, eina sem ég ætla að spyrja þig að þú ert mjög gáðaður maður, Bjössi. Já. Þú unnið getur betur, eins og við margóft komið inn á. Ég er rosalega gáðaður og ég er tilbúin að taka við spurningu núna. Já, hvar heldur hann taki úr handleggnum til að búa til tippi? Góð spurning. Heldur það sé upphandleggsöðuna? Ein pæling, þú veist, tekur hann úr handleggnum, skilur eitthvað sem að verður þá bara hóla í handleggnum í staðinn, skilur? Ég veit það ekki, ég næs ekki, Nei. Ég veit ekki hvað er svona líklegast að hann noti. Sko, það skiptir kannski einhver máli það. Fyrsta sem ég hugsaði var að þau myndi bara taka hann putta. Já, þess að setja bara á það liður. Taka þauðbálputtan bara. Já, hvað myndir ekki sem taka lungutöng? Já, sveimur þá. En það er líka eða stóru tá. Já, vera bara með táan. Reyndar er tætmana mér svo ógeðslegar að það væri alveg skelfilegt. Þeir þurfa að klippa nöglun okkur meinast degi. Það er svona púsana, en myndir ekki vilja vera með tá frekar en tippi? Nei, ég er góður En við óskum honum allsins besta. Þetta er steikt alltaf, menn ég er að lesa hérna, hann var komin í þunglind og eitthvað, hann ekkert alltaf verið svona hress Nú, skrítið. Við ætlum að fara hér í Örsteinn skilabóð og svarða Rúnar Freyr leikari sem mættur inga. Fermingarleikur FM 957 og Kringlunar. Taktu þátt í frábærum leik og skemmtur með okkur í Kringlunni laugardaginn 30. mars. Það verður nóg að vera í Kringlunni þar sem Friðrik Dór mun koma og taka lagið ásamt því að Lalli Töframaður verður á svæðinu. Einnig verður sérstök alltáttasprengja í völdum verslunum Kringlunnar þar sem hægt verður að gera kjarakaup. Leikurinn er einfaldur. Ef þú ert fædd eða fæddur árið 1999 átt þú möguleika á að vera með. Fylgdu þátttökuseðil við þjónustuborðið í Kringlunni og mættu á svæðið laugardaginn 30. mars. FM 957 verður í beinni og á hálftímafresti gefum við stórglæsilega vinninga frá nokkrum velvöldum verslunum Kringlunnar milli 1 og 4. Vinningar að verðmæti alltaf 300.000 krónur. Ef við hringjum í þig er eins gott á sett í Kringlunni því þú hefur aðeins 5 mínútur til að sækja vinningin. Skráningu lýkur 5. 28. mars. Sjá nánar á fm957.is. Skemmtu er með okkur í Kringlunni laugardaginn 30. mars og hver veit nema við hringjum í þig. Pain is all I have left. Hello, Rachel. God of War. Lentur í Echo. Biljardbarinn Faxafinni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafinni. Hefurðu prófað pizzuna Wilsons Special á Wilsons með skinku, pepperoni, nautahakki, baconi, sveppum, lauk, ananas og ekstra osti. Wilsons pizza, sími 581 1515. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið.
Festuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. FM 957. But it was 99 cents. No wolf on your noggin. What she knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the... I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that. Whoa. The built-in onesie with the socks on them. Whoa. I hit the party and they stop in that. Whoa. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Með góðan gestinga í stúdíóið. Hann heitir Rúnar og leikari, verður velkominn. Takkaði kærlega þér. Hvað segir þér gott? Jú, ég bara brattur. Það ekki? Jú. Alltaf ferskur? Skín og svona. Já, er ekki drullu kallt samt? Jú, það það, maður. Já, þú ert eins og, alvöru leikari, ferðast á Vespu. Já. Mjög flottur. Sagðirðu bara Rúnar þegar þú kynntir hann? Það sagði Rúnar Freyr? Rúnar Freyr. Ok, ég heyrði nefnilega bara Rúnar og þá hugsaði mun fólk fatta að þessi Rúnar Freyr. Já, reyndar, maður segir alltaf Rúnar Freyr. Það fylgir Freyr. Já. Er einhver annar leikari sem heitir Rúnar, eða? Nei. En þetta byrjaði bara í leikskólanum. Ég eini. Já, þú veist, ef hann nei, hann ekki, sko. Það ekki. En ég var alltaf kallaði Rúnar Gísla, sko, í Fram í Galanda. Já. Varstu í fótbolta alltaf? Já, ég var í 13 ári í Fram. Ok. Var Íslandsmeistari. Góður? Ég var barnastjarna í fótboltanum. Það er það málið? Ég var rosa markaskorari. Ok. Hvað ertu gamall þegar þú hættir í fótbolta? Þá ég 18-19, bara þegar vestló og félagslífið og stelpunnar og allt tók við. Þá hætti ég þessu. Svona George Best? Eitthvað svo leið. Hann held nú lengur áfram og var í öllu saman, sko. Inn á vellinum, bara fullur og... Hann hætti 27 ára, George Best. Spila fótbolta, já. En hann var alveg fótboltamaður. Það séu það er annað en Giggs sem fættur sama ári 73 og hann ennþá að. Já, ennþá bara fljúandi vænginn. Frábær. Já, hann snillingur. Já. En hvað er Rúnar Freyr að brasa þessa dagana? Ég er að vinna fyrir S.A.A. Ég er í leiklistinni eitthvað svona, en ég tók mig frí frá leikhúsunum og fór að vinna í Ástríði á Stöð 2 og er svo í spurningabombunni hjá Loga, í dansleiknum. Og svo er ég að vinna sem svona viðburðarstjóri hjá S.A.A. Okay. Gunnar Smára á félögum, það er frábært og mjög skemmtilegt og gefandi starf. Já. Og við erum alltaf með eitthvað í gangi, bæði félagslíf fyrir þá sem eru hjá okkur, félagana, og svo þeir sem ættu að vera hjá okkur og margir. Ég nefn engin nafn. Þess vegna er komin hingað. Já, ég er komin til að ná í þetta. Er það að sækja mig? Þetta er intervention. Akkur er mamma þetta frammi líka? Og prestur. Já, bara við, nú þurfum við aðeins að tala við þig. Ok, ég held að Rúnar Freyr var bara að koma þetta sem gestur. Nei, svo er það einn hópur sem er alveg skilin út undan og hefur alveg verið svona einhvern veginn ekki viðurkenndur á samfélaginu í dag og það eru börn alkohólista. Já. Sem að búa oft við ótrúlega slæmar aðstæður. Og það er svo erfitt að vera barnalkohólista því að það er erfitt að taka upp símann og segja, þú veist, vil ég hjálpa mér og svona. Og þessi börn er engan talsmann og úrræði eru fá til staðar. En við erum þó eitthvað að reyna að gera upp í S.A.A. með 3 sálfræðinga á launum við það að tala við og það gengur, tala við börn og það gengur mjög vel. Okay. En við ætlum að gera betur og stofna barnahjálp S.A.A. Já. Og við erum að byrja núna í kvöld, þetta snýst líka um það, bara að ná í styrki, peninga og svoleiðis og fá samfélagið með okkur til að hjálpa. Já. Og við erum með styrtarsýningu í kvöld á frábæri bíómynd sem fjallar einmitt alkohólisma. Flight, já, með Denzel. Denzel. Frábær mynd. Já. Já, líka Denzel Washington er upp á leikarinn minn. Já, mér finnst engin betri. En það er líka gaman þess að mynd, sko, að maður svona, þegar ég sá hana, þá held ég að þetta væri bara eitthvað spennumyndi eða svona eitthvað, en hún er eiginlega bara alkoholisma, sjúkdóminn, sko. Ég voni ekki að vera móðgæði eitthvað, Rúnar. Hvað, með hvað? Að Denzel sé besti leikari. Ég skal gefa honum það. Þegar þú komst bara, já, ok. Nei, ég sagði, finnst þið það? Já, að því ég sit hérna og það er skrítið að segja þetta. Ég er næst. Já, þú ert í öðru sæti, þú ættir hún. Besti íslenski. Besti íslenski? Já, það er náttúrulega Rúnar. Hvað sagði það? Ég var að reyna að bjarga þér út úr þessu. Já, langbesti íslenski. Já, fyrir utan Hilmi. Já, hver er svona að þínu mati, hver er besti leikari Íslands? Ég veit að það er erfitt að segja. Já, það er mjög erfitt, sko. Þetta eru náttúrulega allt vinir mínir, sko. Við eigum ansið góða leikara, en ég held, sko, að mér finnist Hilmir Snær vera besti leikari. Já, besti leikari Íslands. Hann er rosalega fjölhæður. Já. Þú veist, út með einn sem er alltaf góður þarna, sko. Svo er þessi alltaf góður svona. En mér finnst Hilmir vera
bara alltaf góður. Sama hvað hann gerir. Hann er enda hrikalega góður leikari. Hræddur eða öflugur eða hvað, hann er bara, og tæknilegur og svo bara á tilfinningunni. Mér finnst hann að hafa þetta allt og svona rosalegt range. Já. En hvernig klukkan hvað er sýningin í kvöld? 9:30. Hún er 9:30. 9:30. Í Egilshöll. Ok. Og það er, sko, ekki bara það að þú hjálpar börnum með því að fara á sýninguna, heldur, græður sjálfur líka, ekki bara frábær mynd, heldur, miðaverð er bara 1000 kall. Okay. Þetta er allt Sambíónum að þakka, fór í samstarfi við okkur hjá S.A. og gefa sýninguna. 9:30 upp í Egilshöll. Já, allir að kíkja á það. Hvernig er svo dagurinn hérna núna? Hvað er það að fara að brasa andur út, hættur í okkur? Fer hérna út á Vespuna. Þá fer ég bara í bíófettinn, gerum mig kláran. Hérna, gefa krökkunum mínum að borða og svona, og svo kemur barnabíóin og passa þau meðan ég fer í bíóið. Gunnar Smári ætlar að vera hann í bíóinu og tala við gesti áður og eitthvað svona. Ok, nice. Og ég fer örugglega með honum upp þetta bara. Glæsilegt. Hvetjum alla til þess að fara. Þú vorum að koma oftar hérna sem gestur, Rúnar. Við þurfum að fara að fíblastæðis með þér. Já. Taka upp eitthvað grín. Já, þú er að það, eða? Já, það er saklaust, sko. Ok. En virkilega gaman að fá þig. Það er verið að sína tekin aftur. Já. Ég sé þig ekki sem, þú veist, góðan mann. Ég fer vel með þig. Ég lofa þér því. Já. En takk kærlega fyrir komuna og gangi ykkur vel með sýningunni í kvöld. Takk kærlega, gangi með eitthvað álíka. Öllum sama. Er hún með eitthvað svona kompakt núna? Já, hún er allavega með 2 lög í spilun hér á FM. Já. Þetta er þetta ekki ágættislag? Just a Fool? Ég vil aldrei hrauna við lögin, sko. Nei. Þannig að ég ætla ekki að segja neitt. Nú, ok. Mér finnst þetta allt í lagi. Nei, já. En ertu Kristína Aguilera fan? Nei, alls ekki. Varstu Britney maður? Já. Jú, það er Britney maður. Á þeim tíma? Nei, ég veit ekki. Ég fór svo langt að kalla Britney, sko, Britney Blöndal. Ég var ástfangin að henni. Bara eins og vittlisingur, sko. Það er eitthvað mjög skrítið við það, sko. Já, en þú veist, ég var... Britney Blöndal. Ég var 18 ára. Ekki það, Já, það er alltaf gaman, sko. Það hefur verið eðlilegt og það hefur verið svona 11 ára. Ég ætla að fara að bjarga mig með að segja, ég var 18 ára, hvað er þetta maður? Ég kalla hann bara Britney Blöndal að því ég er svo ástfangin af henni. Já, ég veit ekki okkur ég er að segja þér þetta og öllum sem er að hlusta. Þetta var, algjör óþári. Það þú verið skotin í stelpu, byrjar að kalla hana Blöndal. Já, alltaf. Nei, þetta var bara því að meðast að stuðla. Þú getur nú verið bara Blöndal. Britney Blöndal. En ég var að tala hérna með Rúnar Frey leikara, að Denzel var uppáhalds leikara minn. Ég var hérna líka, sko. Já, fyrir það sem voru ekki að hlusta þá. Hver er svona uppáhalds leikarinn þinn, Bjössi? Vá, þetta er góð spurning, sko. Það eru nokkrir, sko, sem að ef þeir eru í bíómynd, þá fer ég á síðana. Já. Það er Denzel. Ég fer á allt með Brad Pitt líka. Pittarinn. Og DiCaprio. Já. Er þetta ekki þessi 3? DiCaprio líka, sko... Hann er eitraðu töffari, DiCaprio. Já, það er eitt, sko, Denzel og Pitt, þeir eiga lélega myndirinn á milli, sko. Hvað er lélegt? Þú veist... Reynda var síðasta mynd með Brad Pitt, svona la reyndar. Hvað var það þurr? Killing Them Softly eða eitthvað svo leys. Já, hérna... En Leonardo DiCaprio er eiginlega bara í góðum myndum. Já, hann hefur ekki tekið feilspor núna bara í 10-15 ár. Já. Hann hefur aldrei tekið feilspor, held ég. Einmitt. Mér finnst með þessa Beach, mér finnst hún bara fín. Já, hún var fín. Hérna... Það var ekkert enni. Mér finnst Tom Hanks líka skemmtilegur. En hann ná samt nokkra lélega myndir líka. Hann ná nefnilega nokkra sem eru slappar. Það er líka langt sen að maður sá Tom Hanks í einhverja góða mynd. Já, ég var að horfa á eitthvað, daginn horfði á Philadelphia og einhverja svona 90s myndir, sko. Já, ég horfði á hérna. Ég veit að hann náttúrulega geggjaður sem Forrest Gump. Já. Hefði einhver annar getað leikið hann? Ég var að horfa á hann í daginn, hún er æðisleg. Kannski Sylvester Stallone. Já, eða Seagal. Já. Steven Seagal, það hefur mjög flott sem Forrest Gump. Já. Forrest Gump starring Steven Seagal. Já, ég held að DiCaprio, er hann ekki orðin bara svona kongurinn í Hollywood? Hann er orðin svona nýji Al Pacino og Robert De Niro. Fyrir það Robert De Niro, sko, hvað gerðist fyrir hann hann á tíðanbili? Hvað gerðist fyrir Al Pacino að vera í sér Jack and Jill? Nei, mynd Jack and Jill. En sko, Robert De Niro byrjar að leika bara í öllu. Þú sást ekki bíómynda á þess að hann var í... Það var eins og skuldaði bara ekki þetta. Já, sem að held ég, akkurat máli, sko. Ég held að hann að skulda skatt. Já. Þú þurft að taka sér nokkuð hlutverk, sko. Ég veit ekki, það maður er svona, þú veist, ég veit ekki. Bara einhver ógeðslega virtur leikar út búin að vinna mörg Óskarsverðlaun og læti, sko. Þarftu þá ekki aðeins að halda kúlinu? Já, það er það sem að mér finnst, sko. Já. Þeir voru aðeins að tapa sér hann og Pacino hann í lokin. Þú getur ekki verið að leika bara í Meet the Fockers allan daginn. Nei, sem að var endar, eitt var góð. Já, það var hann að Meet the Parents. Hitt var, svo var þetta ekki komið mynd 3 eða eitthvað, 4, byrjuði að eignast börn og eitthvað rugl. Já.
Þetta var kvikmyndaumræða hér í FM 95 Blö. Það styttist í lagið á leiðinni heim. Það hér rétt handa við hornið. Fáum fyrst auglýsingar. FM 957 og Hringtorg í samstarfi við Túborg og Doritos kynna. Karaoke keppni háskólana. Hefur þú það sem þarf til að ná alla leið? Alla leið í undankeppni Eurovision. Skráðu þá í karaoke keppni háskólana og syngdu þig alla leið til Svíþjóðar. Undankeppnin verður haldið 50. 21. mars og úrslitin 50. 4. apríl í Stúdentakjallaranum. Kynnar verða hinnir margrómuðu heiðursmenn Auðun Blöndal og Pétur Jóhann Sigfússon. Aðalverðlaun kvöldsins eru hvorki meira né minna en flug fyrir 3 til Svíþjóðar ásamt miðum á undankeppni Eurovision. Skráðu strax á skráning@hringtorg.is. Athugið takmarkaður fjöldi keppenda. Allar nánar upplýsingar má finna á fm957.is og á Facebook síðu Hringtorgs. Það er Hringtorg sem færir þér karaoke-keppni háskólana í samstarfi við Túborg, Doritos og FM 957. Á hringtorg.is farðu Hringtorgs-appið og allar upplýsingar tilboðin og fríðindin. Sæktu bláakortið á hringtorg.is. Það borgar sig. Netto Mjótt er opinn allan sólarhringinn. Netto Mjótt, opið dag og nótt. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Samfilm kynnir. Frá leikstjóra karlar sem hata konur. Kemur mögnuð spennumynd með Colin Farrell og Noomi Rapace í aðalhlutverkum. Dead Man Down. Komin í bíó. Pain is all I have left. Hello, Rachel. God of War. Lentur í Echo. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. hjá Yngva Eistins drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. FM 95 Blö á FM 957. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Öddi Blö og Björn Bragi í FM 95 Blö. Þetta er flott band. Já, þeir líka kunna, þeir eru svo góður á hljóðfæri. Já. Þeir eru allir svona eitthvað sprenglærðir og flottir textar og... Hvað er þetta, eitthvað félagin eða? Nei, bara... Það er mjög góð. Bara gott band í alla staði. Já, ég er sammála því. Get ég ekki fílað eitthvað þó að það sé ekki félagið mín? Jú, spá fyrir gjöðu. Svo er það Retro Stefson líka. Ég fílaði á þetta heldur. Já. Mér finnst það ekki band. En það er hins vegar komið núna að laginu á leiðinni heim. Já. Og ég er búinn að velja rosalegt lag sem hefur aldrei áður verið spilað í þessum þætti og kemur ekkert óvart að það er bara aldrei áður verið spilað á þessari útvarpsstöð sem ég ætla að... Þetta er nefnilega sko... Þetta er langt lag. Er Heiðar Austmann að fara að snúa sér við í gröfinni? Nei, Heiðar Austmann bara stattur á Kanaríum sko. Vá. Bara það er í sólinni. Já, þeir sletta skýrinu sem eiga það maður. Hlýtur samt að vera að hlusta? Já, pottjétt. Góða skemmtun í kvöld, Heiðar, með út að hlusta. Já. Nú kannski ekki að hlusta það í gegnum netið. Já, en lagið er sko, ég hef oft sagt það, ef ég mætti velja mér eina hljómsveit til að fara á tónleika með, þá myndi ég fara á tónleika með þeim. Reyndar er hann bara einn eftir í bandinu, af upprunalega bandinu, en nú svona mikilvægasti hlekkurinn, það er Axl Rose. Já. Og lagið heitir November Rain. Sko, November Rain, þannig að við getum farið núna og komið eftir svona 3 daga, er það ekki? Er það hoflátt fyrir að vera lagið á leiðin heima? Er það ekki 9 mínútur? Næ, það er eitthvað 7 mínútur eða eitthvað, 8 mínútur. Mér finnst það bara svo flott og ég frekar að taka Don't Cry, hvort vildu? Nú eru kannski einhverju hlustendur sem eru brjálaði við þetta er svo gott lag. Herru, mér finnst November Rain geggja lag. Já. Sett það þess á. Sko, það er ekki bara geggja lag, heldur bara eitt besta lag ever, sko, að mínum að þið. Já. Tekur smá tíma að byrja. Já, ég held samt að hún missir alveg út svona 70% af hlustendu þáttarins núna. Nei. En hinn 30% verður mjög ánægt. Ég held ekki. Ég held að fólk sem að kann að meta góða tónlist, það elskar þetta lag. One Direction píurnar, þær eru núna bara búin að slaka. Já, sko, One Direction píurnar þurfa að læra The Beliebers, þeir eru farnir bara... Læra að hlusta almennu lög. Það er svo að það er búið að svara með þess að veist hvað kallast með One Direction? Hvað? Það kallast að vera, Hit the Beliebers, mæstu? Já.
Það eru Directioners. Yes. Directioners. Já. Það eins og eitthvað úr hérna tvíhöða svona. Já. Resurrection Tree. Directioner. Lagið ekki enn byrja. Nei. Tekur smá tíma að byrja. En við erum að hafa bara kósi hérna á mánudegi við Bjössi. Þetta er svolítið gott svona undir. Já, mér þykir væntu þið. Það er mánudagur og við erum bara að hafa það kósi hérna við félagarnir. Já, keiriði, varlega. Við erum að fara varlega í umferðinni. Hafið það sem allra best í kvöld. Hvað ætlar þú að gera í kvöld, Bjössi? Ég ætla að gera það sem ég ger alla mánudag, að spila fótbolta og þú ætlar að vera þar líka. Já, munurinn á mér og þér, ég ætla að vinna í kvöld. Veitu, við erum búin að vera saman í liði síðust skipti og vinnum báðir. Lagið er byrjað. Ætla að fáið svona eitthvað í magan og vita þér, það er eitthvað skrítið að gerast heima. Ég finna á mér að þeir eru að spila eitthvað sem er ekki FM. Það er November Rain, lagið á leiðinni heim. Já. Svona eiginlega bara eitt af mínum uppáhalds. Já, reynda, ég segi þetta ansi mörg lög, en já, það á við þarna. Það er alltaf lagið að nokkur uppáhalds. Já. Hver er svona uppáhalds hljómsveitin, Bjössi? Hvað langar mest svona að fara frá tónleika með? Eins og ég verður mest til að fara að sjá Guns. Það er Red Hot Chili Peppers kemur stertinn. Já, hefur þú farið á tónleika með það? Nei, með John Frusciante innanborðs. Hann er hættur samt, sko, þannig að það langar mikið lengur. Nú, ok. Okkur er hann hættur? Hann er bara klikkaður, sko. Já. Hann fór bara eitthvað solotótt. Talandi klikkaða menn, þá er Axl Rose, hann er sérstakur líka. En það er nú bara eiginlega komið að lokum hér hjá okkur Bjössa í dag. Við kveðjum hér aðeins fyrr, en hann er hér rétt og mættur á Þórður Daniel og ætlar að taka við. Það er bara bolti í kvöld. Þú ert búinn að vera heitur í boltanum, Bjössi. Vonandi heldur það áfram með þér. Já. Þú ert búinn að fá sjálfströstið þitt aftur. Já, ég var með a confidence problem. Já, en hvað gerður þú svona til að boosta upp your confidence? Ég talaði bara við Gylfa, sko, við vorum bara báðir með þetta confidence problem og ég, við talaði þetta, við erum að spila á svipuðu leveli, hann er hann að spila á Inter og Arsenal og eitthvað svona lið og ég er hann að spila mig. Ég er að spila þig og nokkra félaga mína bara. Og bara svona, fórum í gegnum þetta og... Sjálfstraust er alltaf, Sjálfstraust er nummer 1, 2, 3. Já, þú þarf að vera með sjálfstraust í fótbolta. Ef þú trúir ekki sjálfa þig, hver á þá að gera það? Já, eins og Hjöppi sagði við mig þarna síðasta fimmtag í Motivational Speaking. En ég þakka kærlega fyrir hlustunum í dag. Bjössi, takk fyrir daginn. Sömuleiðis. Það gaman að vera með þér. Endilega tjekkið á okkur Sveppa á morgun. Við verðum mættir hér á okkar tíma klukkan 4. Helfeskir og, já, eins og ég segi, takk líka á móti Þórður Daniel. Hann er hér rétt og mættur. Takk fyrir daginn og endum þetta á einu grjótarðu. Mér ekkert harðan að þetta. I know you want it. Chevrolet Spark er örugt sparnaðaráð fyrir heimilið. Kostar aðeins 1890.000 krónur. Aktu sparklega. Bílabúð Benna, Tangarhöfða. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Hann er mættur aftur. Stjörnustílistinn Kalli Benson í nýju ljósi. Kalli Benson í nýju ljósi, fyrsti þáttur miðvikudagurinn 20:30. Stöð 2 í lyftrandi háskerpu. Tryggður áskrift í síma 51251 eða á stöð2.is. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Hversu gott er brúnt karamellunissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1.